Fyrstu smá Manchester í lífið. Icelandair. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Hannes, þetta síðasta leik 4 mörk. Það svona kannski svolítið mikið, þetta búin að fara yfir hennar leikurðið í hugunum. Hvað betur maður að fara svo framins? Já, við eigum ekki að fá okkur 4 mörk í neinu leik og við erum búin að gera það núna 2 röð. 2 leiki röð, þannig að þetta náttúrulega bara varnarleikurinn í heild sinni sem að þarf að skoða og við munum fara vel yfir það fyrir leikinn á móti Albaníu. Varstu það ósáttur með vörnina í leikinn? Já, kannski ekki beint við vörnina, það var bara svona almennt liðið var dálítið opið og það skatt dálítið mikið á öftustu varnarlínu og það var svona, ég held að þetta hafi verið varnarleikur liðsins í heild sem hefði þurft að laga í fyrri hálfleik. Við vorum alltaf svona flottir á mönnum og vorum að fá það á okkur aftur og aftur og þeir eru náttúrulega flinkir, þannig að það er eitthvað sem við þurfum að skoða vel. Við vitum náttúrulega að Sviss er með hörku gott sóknarlið, þannig vissum alveg að þeir myndu aðeins pressa á okkur. Já, það var alveg hægt að segja sér það. Þannig að þetta var bara ekki nógu vel spilaður fyrri hálfleikur á okkar hálfu. En þeim er sterkara að ná að koma síðan tilbaka á þennan átt og bæta fyrir það. Nú spilum við á móti Albaníu sem er kannski svolítið öðruvísi lið en Sviss, kannski aðeins þyngri en engar síður stóri, sterkir strákar og fljótir að sækja. Hvernig líst þér á þá? Já, þeir eru ekki eins kannski léttleikandi og svissararnir en þeir eru allt flottir fótboltamenn í þessu liði og heppni var aðeins með okkur síðasta leik þegar við löndum sigra á móti þeim en við unnum það engu að síður á þeirra heimavelli, þannig að við eigum að sjálfsögðu bara setja stefnuna á 3 stig heima á móti þeim á þriðjudaginn. Og ég tala ekki eftir jafntefli út í Sviss, þá kannski þetta opnar en ella, ég meina gríðarlega mikilvægur leikur. Já, ekki spurning, ég meina það var alltaf gefið að leikurinn móti Albaníu eru lykileikurinn í þessu, hvernig sem að Sviss leikurinn færi. Það var kannski ekkert margir sem reiknuðu með því að við myndum fá neitt út úr þeim leik en við þurftum alltaf að vinna þennan leik á móti Albaníu. Þannig að stigið á móti Sviss er frábært og gefur okkur byr undir báða vængi en það er Albaníu leikur sem skiptir öllu máli og hann verður að vinna. Lokaspurning, áttu von á að byrja inn á? Já.